Kæru vinir, við skulum hefja helgastund með því að merkja okkur Kristi og sameina hugi okkar í bæn til Drottins. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guð, við erum komin hér saman til að minnast Elísabetar Rósu Friðriksdóttur, sem þú hefur kallað til hvíldar þinnar. Blessa minningarnar sem þessi stund er helguð, styrk þau sem hér kveðja og varfið þau öll á vegum þínum. Heyr þá bæn í Jesú nafni. Amen. Postulinn ritar í fyrra Kórinthubréfi: Kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, reykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækinn. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt og umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Love me true, all my dreams
Heyrum heilagt guðspjall að hljóða svo í Drottins nafni. Þá hvíldadagur var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmists til að fara og smyrja hann. Og mjög átlenn fyrsta dag vikunnar sólarupprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli: hver mun velta fyrir úr steininum frá grafarmunnunum? En þegar það líti upp sjá þær að steininum hafði verið velt frá. Þar stíginni gröfin á sjá ungan mann, sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju og þar skelfdust. En hann sagði við þær: skelfist eigi, því að leita Jesú frá Nasaret hinum krossfesta. Hann er upprisinn. Sjá þarna staðurinn þar sem þeir lögðu hann. Þannig hljóðar hið heila guðspjall, lofsið þér Kristur. Amen. Hún
Sólin hún býr og sólin hún rís og sjálf hefur friður þín hamingju dís sem ætíð skjólþitt þinn skjöldur og smíð. Það íslenska kona trúar og vonar sem þér og þér helgar sitt líf. Kæra fjölskylda og samferðafólk. Það að deyja nokkuð sem á fyrir okkur öllum að liggja einhver tíma og það verður ekki deilt. Frá því hjartað tekur að slá í barm okkar og þar til að gefst upp, vofir þetta yfir. Með þó sem að vitum þessa óhjákvæmlegu staðreynd lífsins, þá verður hjartað alltaf aumt og það verður sárt þegar ástvinur hverfur á braut. Það er kallað át í djúpið og spurt en árangurslaust að þér virðist. En þó er ekki svo ef grannt er skoðað og litið aftur. Það er eitthvað þarna úti. Ég veit einn sem hefur svarað þaðan og hrópað tilbaka. Ástvinur þinn er í skjóli mínu. Þessi maður lifði eitt sinn hér á jörð, bjó í fjarlægu landi fyrir margt löngu. Hann átti fjölskyldu á lífi þegar hann dó. Rétt 30 ára gamall í blóma lífsins. Hann var augasteinn þeirra allra, hann var hetja þeirra og hann var fyrirmynd. Og mesti sögumaður allra tíma. En þó hefur fæst af því sem hann talaði verið fært í letur. Ekki nema slitur af orðum hans og sögum, ekki nema brot af öllu því sem frá vörum hans kom, ekki nema örfáar hugsanir. Ég er að tala Jesú frá Betlehem og Nasaret. Á síðari tímum hafa þó verið að finnast einstaka setningar og honum eignaðar, sem ekki í Biblíunni og ég vil segja ykkur hér frá einni þeirra. Miðja 19. öld var skoskur kristniboði á ferð upp með Gangesfljótinu á Indlandi. Þar kom hann í borg eina sem lá í rústum að nokkur leyti. Í borginni var afar stórt musteri og inn af því fagurt hlið og þar innan á veggnum hægra megin þegar inn var gengið sá þessi ágæti maður að letruð var setning á arabísku. Og hann fylltist undrun og fögnuði þegar hann uppgötaði að það voru ummæli sem eignuð voru Jesú og á veggnum stóð eftirfarandi. Jesús sagði, veröldin er ekki nema brú. Þér eigið að fara brúna, en ekki reisa yður bústaði á henni. Að dómi fræðimanna er mikið líkindi fyrir því að orðin séu réttilega eignu Jesú og hafi borist þangað austur því sagt að 2 apostulum hans hafi eftir dauða meistara síns og upprissu farið til Indlands að boða kristna trú. Og því verður ekki neitað að hér er að ræða fallega líkingu samband heimanna tveggja. Þessa sem við lifum
og hins eilífa. Líkingu sem kórónar í raun allt sem Jesús boðaði í þessu jarðlífi. Þessi veröld er ekkert annað en brú sem við förum öll yfir, en við höfum ekki að reisa okkur bústaði á henni. Og þegar komið er yfir eftir gönguna hér, að þá er engin tími, engin vetur og ekkert myrkur, bara ljós og það annað sem birtu Guðs tileyrir. Með þessi orða leiðarljósi komist hér saman í dag í svona fallega helgidómi og kveðjum Elísabetu Rósu Friðriksdóttur. Það var einlæg ósk Elísabetar að hér skyldi ekki haldin eiginleg minningarorð lífshlaup hennar og persónu. Og í raun þvertók hún fyrir það að sögn ástvina hennar. Og að sjálfsögðu virðum við þá ósk hennar. En kæra fjölskyldu og samferðafólk, ég veit að sjálfsagt hjá okkur mörgum, þegar þið reynið að fanga það í orð hver Elísabet var í raun, að þá finnst ykkur orðin kannski rökkva skammt. Því það er eins og lögmál að leyndardómurinn mannesku sem er okkur mikilvæg, mannesku sem við elskum og virðum, hann hverfur stundum þegar við reynum að orða hann. Því að baki öllum þeim orðum sem við reynum að safna saman Elísabetu eru minningarnar sjálfar upplifun ykkar. Og minningarnar eigið þið öll. Og ég veit að þær eru kvikar og þær eru skýrar. Tilfinninguna lifandi og tifandi það hvernig það var að hafa hana nærri ykkur. Og það er þar sem sannleikunum Elísabetu er fólginn. Hann verður ekki svo auðveldlega fólginn í orðum sem við náum að mæla fram hér í dag, heldur er sannleikunum hana í hjörtum ykkar, ástvina og samferðafólks. Nú er Elísabet horfin á braut, störfum hennar er lokið hérna megin árinnar og hún er komin yfir brúna miklu í faðmliðin ástvina. Við kveðjum hann sinn með virðingu og þökk fyrir allt og biðjum góðan Guð að leiða hana áfram í nýjum heimkynnum. Ég kem á framfæri kveðjur hljóðar á þessa leið. Guðný og Anna Stína Skjaldborg Hofsós, þakka fyrir hlýja og góða vináttu alla tíð. Hildur Högnadóttir, fyrrum vinnufélagi og vinkona, sendir fjölskyldu Elísabetar innilega samúðarkveðjur. Og ég flyt kveðju frá Svanhildi Guðjónsdóttur og Þórdísi Friðbjörnsdóttur. Einnig kemur framfæri einlæg og þakklæti af hálfu ástvina Elísabetar til ykkar allra hér í dag fyrir trúfesti ykkar og vináttu. Og er ykkur boðið að þiggja veitingar í sal Ferðafélags Íslands í mörkinni 6 strax að athöfn lokinni. Kæra Elísabet, góður engill, gefið þér góða heimkomu í Drottins himnahöll. Amen.
Skulum sameina hugi okkar í bæn. Guð, við þökkum þér fyrir sérhverja góða gjöf í þessu lífi og fyrir von eilífs sem þú endurfætt okkur til fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Lítið ná til Elísabetar sem þú kallað til hvíldar þinnar. Vertu ljós og styrkur fjölskyldu hennar og ástvinum öllum. Eilífi Guð, varðveit okkur öll í trúni á þig, að við megum ásamt þeim sem þú hefur endurleyst, lofa þig og vegsama að eilífu. Allar bænir okkar fylgju þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt okkur og við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Rís á fætur. Sáð er dauðlegu en upprís ódauðlegt. Sáð er í veikleika en upprís í styrkleika. Sáð er jarðneskum líkama en upprís andlegu líkami. Drottinn minn, veiti Elísabetu þín eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós
lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði, í Jesú blessaða nafni. Amen. Og skulum taka núna undir í loka sálmi og leggja augun aftur og ég fer í forsjá þína. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gef þér sinn frið. Í nafni Guðs föður, Sonar og heilags anda. Amen. Guði sé þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn úr Jesú Krist. Í Jesú blessa nafni. Amen.